Girl, við erum komnar aftur eftir smá pásu. Yes. Pínu pásu. Það má af og til. Já, við erum líka búin að vera soldið mikið að gera og bæði bara, þú ert náttúrulega bara á fullu í fasteignabransunum. Ég er komin inn í að vinnu sem að tekur alveg svona smá tíma aðlagast einhvern veginn með börn og allt saman og þú veist, einhvern veginn að vera í vinnu sem er bara, þú veist, 8-4, 9-5, skilju. Já, en við erum náttúrulega líka búin að vera undirbúa svo litla breytingu með á hærra plani, eða svona viðbót í rauninni, ekki breytingu. Já, það kemur fram seinna og við erum mjög spenntar. Við erum sérst búin að vera að plana alls konar og erum svolítið líka bara, já, að plana svolítið meira bara fyrir þetta podcast og við erum svona, viljum ekki bara half-ass it, þannig að okkur langar að gera þetta rétt og já, þannig að bara vonandi njótið þið þeirra þáttar sem kom allavega. Já, af því að þú veist, já, ég er til dæmis alveg búin að fá nokkra spurningar bara svona, hvenær kemur næsti þáttur og eitthvað og maður alveg, sko. We're trying. En þú veist, við erum alltaf bara að gera þetta allt sjálfar eins og við höfum sagt áður, þannig að eins og staðan er núna, þá er þetta bara all us. Þannig að... Já, þannig að við gerum bara okkur besta og þú veist, afsakið, ég er með smá kvef, þannig að þið heyrið mig eitthvað sjúga upp í nefið, já. Það er bara með sumarkvefið hérna alveg. Þannig að alltaf svona skrítið, fólk sér mann ekki maður eitthvað, þú veist, alltaf búið skemmtilegt. Þannig að já, ég er bara kapnum kvefið, afsakið það. En hérna, hvað ætlum við að ræða í dag? Sko, við höfum að taka topikið sem er svolítið að fara að snúa að bara andlegri heilsu og aðalega að virk. Já. Að það eru margir sem eru kannski búin að fara í virk eða kannast við virk, þekki eitthvað sem hefur farið í virk. Eða bara líka svona kannski andlegt burnout, líkamlegt burnout, bara hvað fólk er að upplifa þegar það upplifir að fara í bara burnout, þú veist, hvað það þýðir og ég hef persónulega reynslu á þessu, þannig ég ætla að tala um mína reynslu af virk, af því ég fór í virk og var þar alveg í næstu ár, áður en ég fór að vinna, sem að, þú veist, er bara núna nýlega. Já. Og þannig að því að ég er búin að upplifa þetta ferli og, þú veist, hvað var það sem leiddi af því að ég fór í virk, þannig að mér langaði bara svolítið svona að ræða um það og mér finnst líka vera bara svo oft svona mikið misconception eða svona kannski ranghugmyndir það að fólk fari bara í virk af því að, þú veist, bara það er, þú veist, bara getur ekki unnið eða eitthvað svoleiðis eða eitthvað þannig, þetta er bara svona... Já, akkurat. Þetta er einhvern veginn ekki kannski, þú veist, það sama og eins og... Að vera öryrki. Já, að vera öryrki. Þetta er meira svona að vera undirbúa fólk til þess að takast á við það sem það er að díla við og koma sér aftur á vinnumarkaðinn. Já. Og einmitt þetta bara svona að, þú veist, það er ekki neitt feimnismál að hafa leitað sér hjálpar og fara að vinna sjálf sér og fara í virk. Já, akkurat. Og mér fannst þetta meira þess að alveg svona erfitt einhvern veginn að taka þetta skref að sækja hjá virk. Af því að ég fekk náttúrulega að heyra bara, já, þú veist, þú ert náttúrulega bara ung og þú þarft ekki að vera í virk, þú ert ekki veik. Já, það er alltaf þetta. Býtu, þarf hún eitthvað? Býtu, hvað gerist hjá henni? Já, eitthvað svona. Maður alveg, býtu, þetta hefur samt ekkert endilega eitthvað með það að gera, sko. Nei, og ég meina, og það sem líka var svo gott að heyra frá fólkinu, þetta eru fullt af námskeiðum og alls konar og það sem ég fekk að heyra frá fólki var bara, þú veist, það er engin of gamall of ungur þannig séð til að fara í virka eða lenda í burnouti. Þú veist, þau eru bara þarna til að hjálpa fólki sem er að upplifa þetta og það er engin skömm einhvern veginn að lenda í einhver svona og mér finnst það einmitt alveg bara svona og þess vegna finnst mér gott að maður talar um þetta og við getum svolítið svona, já, kannski rætt það, þú veist, að það er kerfið þarna úti til að hjálpa okkur og við eigum að nýta það, sérstaklega, þú veist, bara af því að, þú veist, það er bara rosalega mikið, bara einhvern veginn endalaus vinna, endalaus, þú veist, bara skólaganga, bara, þú veist, það er allir alltaf að vera á milljón hérna, skilur. Ég veit það. Og líka bara svona til þess að vita í rauninni bara svolítið, þú veist, hvernig áttu að koma þér á næsta skref. Já. Og þú ert kannski bara búin að vera fastur í einhverju svona sömu rútínu sem er ekki alveg að virka og þú þarft bara hjálpið að brjóta þessa rútínu sem er kannski eitthvað hérna uppi líka sem er ángraðið. Já, og það eru líka bara fullt af svona ákveðum signs bara sem að þú upplifir þegar þú ert að lenda í burnouti. Já. Og þú veist, það er bara, og það eru líka bara ótrúlega oft svona mannskemmandi signs sem eru svona, þú veist, fara úr því að vera andleg yfir í líkamleg.
og þú veist, það bara fólk fær bara hárlos, fólk fær bara þú veist, minnistap eða þú veist, þetta bara svona alls konar, þetta bara taugakerfið manns fer eða bara svolítið í mess. En svo líka, þú veist, ég held að sé ógeðslega margir sem að upplifa það að vera í bara konstant svona survival mode, kannski bara í mörg ár. Það mikið talað þú veist, fight, flight og freeze þegar þau lenda í burnouti. Og svo getur þetta verið bara komið akkurat svona bara sem skellur á akkurat tímapunkti, en þetta búið að vera lengi að byggjast upp kannski. Já, nákvæmlega. Já, þetta alls konar og ég held líka bara svona eftir þrítugt svona þegar þú ert kannski komið fjölskyldu, ert komin í þú veist career, það mikið að gera, það alltaf sama rútínu, alltaf go, 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 þú veist það samt líka eins og ein vinkona mín setti status á Facebook sem mér finnst rosalega góður, sem hún var að útskýra bara, það svolítið mikið svona pressa á bara þessu svona, þú veist, svona staðal ímyndina af konu í dag að vera með allt á hreinu, fara í ræktina, borða þetta, þú veist, vera aktív á social media, þú veist, maður einhvern veginn ekkert að sýna sér neitt mildi á neinum levelum, það alltaf bara 100% öllu. Og eins og þarna mástu í Love is Blind bara, I want to date someone who is like paddle every day og það bara ok, þið ekki búin að sjá þetta Love is Blind, þetta alltaf bara mest hataðasti gæi bara í sögu reality TV. Þetta insane. Já, en þú veist, það þetta, skilur, þessi ímynd af konu sem á að vera bara perfect og þú veist, að geta gert allt saman, skilur. Já, þú veist, þetta bara líka eða kalli, þú veist, líka. Já, bæði, þú veist, einmitt, það svona bara alltaf, þú veist, við getum alltaf tala út frá okkar sjónarhorni og þú veist, við höfum alltaf bara okkar reynslu og ég hef mína reynslu á því að þú veist, vera í vinnu og vera í skóla og vera með börn og þú veist, einmitt vera ólétt og fara í fæðingarorlof og allt svoleiðis og einhvern veginn bara svona mitt burnout byrjar bara fyrir mörgum árum síðan og ég einhvern veginn bara svona á gufunni bara í mörg ár og einhvern veginn alltaf að reyna að þrauka og þetta bara svona, þetta endaði með bara náttúrulega, þú veist, ég veit ekki, þú veist, ég get náttúrulega byrjað kannski bara líka svona á byrjuninni, þannig séð og fyrir mitt leyti var náttúrulega bara, ég var alltaf að vinna, þú veist, bara frá því ég var barn, bara þú veist, mamma og pabbi voru með blómabúð, ég fór ógeðslega oft að hjálpa þeim, sem var alveg gaman, skilurðu. Og ég alin bara upp í þannig fjölskyldu að maður á bara alltaf að vinna, nám, vinna, nám, skilur. Þetta er bara það sem þú átt að gera. Þú veist, og ef þú ert ekki í námi þá átt að vinna og ef þú ert í námi þá átt að helst að vinna með því, skilur. Þannig að bara frá því ég man eftir mér þá hef ég alltaf verið að vinna og í námi og og ef ég var ekki í menntaskóla þá fór ég í vinnu, skilur. Og síðan... Ég ætla samt að segja að þú veist, það eru samt ákveðin forréttindi að alast upp við það líka. Já, þú veist, maður er alveg með hvatan, skilur, dræfið. Já, af því að svo vitum við alveg að þú veist, ég er ekkert að segja til fyrsta sinn, þetta er alveg verið ádeil í fréttum og alls konar að tala að þú veist, kynslóðina eftir okkur sé svolítið minna að nenn að vinna og vill frekar bara vera heima og hangi tölvunni, skilur. Það er alveg fín lína þarna á milli að hafa hvatninguna og þú veist, að þú veist, vera alveg upp á vinnumarkaðinum en fara í burnout, við viljum það ekki en við viljum heldur ekki að þú veist, krakkar fái of mikið þú veist, svona bómull þannig að þau kynnist ekki vinnumarkaði og en að sjálfsögðu ef þú ert innan fjölskyldu sem að getur provæta fyrir menn þú ert í skóla en þú sýnir samt metnað, þú veist, það er geggjað en það er ekkert allir sem eru þar. Nei, ég meina þú veist eins og bara fyrir mitt leyti, ég stofnaði nokkur fyrirtæki og það fannst mér það ógeðslega gaman og einhvern veginn bara, ég var alltaf með það hugafar, þú veist, ég get allt sem ég ætla mér, skilju, og það einhvern veginn kemur algjörlega út frá... Þú gerir það, þú ert dúer, skilju. Já, og ég meina ég bara alin upp við það og ég ógeðslega þakklátt fyrir allt svona og þú veist, þetta svona... Þú veist, það bara ógeðslega mörg svona atvik sem leiddu mig kannski bara vitlausar leiðir og eitthvað svona, en þetta samt allt einhvern veginn, allt sem fór bara í reynslubankann. Þú veist, þannig ég einhvern veginn, ég sé ekki eftir neinu og ég ekki, þú veist, ég náttúrulega þakklátt fyrir alla reynsluna sem ég fekk þótt að leiddi mig á einhvern ákveðin stað, en að því ég fekk líka bara að upplifa það bara annað og mér finnst einhvern veginn allt sem við lendum í gott eða slæmt, skilur, þú veist, þetta eru bara upplifanir og það fer alveg bara svolítið eftir hvernig við horfum á það og við þurfum eiginlega bara svona að taka það góða úr því slæma og þú veist, horfa á silfurlæningið í öllur, skilur. Algjörlega. Og svona, ef ég byrja, þú veist, mínu sögur, skilur, þú veist, frá, ég held að byrja svolítið svona eftir Alina. Sem sagt, fyrir eitthvað sem maður veit ekki, þá átti ég snyrtivöruverslun sem heit Alina
og þegar ég kasólétt af fyrsta barninu mínu, þá þarf ég að hætta með búðina. Og þá fann ég náttúrulega bara, ok, ég er ólétt, ég er ein með þetta og ég er bara með verslun og ég er ekki, ég hef ekki tíma. Ég bara hef ekki tíma til að sinna búðinni, nú er ég bara fyrir fæðingarorlof og ég var ekki með mér og ég bara, ok, ég hef þetta bara svo netverslun og þá bara svo minnkar álagið. Og var með netverslun heima, skilur, hélt að myndi vera eitthvað betra, svo er ég bara með unga barn og í tölvunni, svara póstum, græða pantanir og það er bara drullu fokki mikið að það er drullu fokki mikið að vera bara með börn, skilur, bara unga barn, yfir höfuð. Og þurfa að vera að sinna pöntunum og senda út og græja þær og allt þetta. Akkurat. Með barn sem að kannski, þú sefur kannski ekki hann aðtinnar alveg bara mjölnir ekki fyrsta árið, sko. Og já, svo fann ég það bara seinna, hlustaði nú alveg á líkamann minn og ég reyndi eins og ég gat og og svo bara ákvað ég að hætta með alna, skilju. Þannig ég bara einhvern veginn svona, ok, ég sel bara merkin út frá mér og fer bara, að, já, ég fór sérst í nám, fór í kvikmyndaskólann. Þannig að þegar Mjölnir fer til dagmömmu, þá fer ég í kvikmyndaskólann. Og ég bara dembi mér í nám og bara, er á námslánum, bara sem er náttúrulega bara kúkur og kanil fyrir ykkur sem er á námslánum og vitið, vera á framfærslulánum í, 100% námi og já, þetta er ekki skítur, skilju. Nei, þetta er ekki neitt, sko. Nei, og þannig ég bara eitthvað fer úr því að vera í fæðingarorlofi og fer í nám og verð svo ólétt aftur á öðru barninu mínu, þetta Manuelu og er þá á 4. önnunni minni þegar ég er að fara að eiga. Þannig þarna er ég ólétt með toddler og í námi og og næ ekki klára þetta 2 ára nám sem að er bara, já, kvikmyndaskólinn og ég þurfti að taka pásu, skilur, bara allt góð og ég gerði það og ég fæði Manuelu, fer í ársfæðingarorlof og svo kemst hún, já, fer aðeins að vinna þess á milli og svo fer hún inn á leikskóla og þá fer ég að klára námið, 2023 og þá er ég með 2 lítil börn og í 100% námi þau á sikkurnum leikskólanum og ég var bara, þetta var basically bara dagur mér var bara skull í leikskólan, hinn leikskólan, fara í skólan til 4, sækja heim, græða krakkana, svefntími og þetta voru bara allir dagar, alltaf og þetta er bara, og þetta er kannski bara normið fyrir ósla margar, skilju og allt í góðu og námið mitt var skemmtilegt og ég er bara þakklát og já, síðan bara voru heimilisaðstæður kannski bara ekkert alltaf góðar heldur, mér leið ekkert alltaf vel. Ég var svolítið bara svona... Partner bara yfir höfuð náttúrulega bara svona mikið inn í myndinni? Já, og bara, mikið annars sem spilaði inn í sem ég ætla ekki að fara eitthvað nánar út í, skilur bara með virðingu og ég já, fann bara að ég var bara, brunnin út og ég ég var bara andlega, bara leið bara ógeðslega illa, bara var ógeðslega slæmst andlega og ég segi skilið við barnsföður minn. Og ég fer beint að vinna eftir skólan af því að ég er náttúrulega bara eitthvað, ok, ég þarf bara, að sjá fyrir mér og börnunum mínum og vera með, vinnu og ég tek við rekstri blómabúðarinnar Ísblóm og er bara eitthvað, ég ætla bara að massa þetta. Og ég er já, þá í vinnu með 2 börn og leiguhúsnæði og allt það og bara einhvern veginn er að prófa að eiga blómabúð í fyrsta skipti, skilju. Þótt ég var búin að vinna í blómabúðum bara allt mitt líf út af mömmu og pabba. En það bara gengur rosa upp og niður. Ég er rosa mikið svona að díla við aðra hluti líka og einhvern veginn að pröfa að vera, einstæð í fyrsta skipti á minni og einhvern veginn svona já, og svona burt séð frá því, 2023 var bara mitt versta ár andlega, bara bæði, við missum vinkonu okkar, ég missi afa minn, ég missi hundi minn, Jesús. Ég segi skilur við manni minn, skilur á þeim tíma, bara gerst allt á einu ári bara. Já, þetta voru svona áföll eftir áföll og þetta var einhvern veginn bara svona, já, þetta var bara svona ógeðslega mikið til að umbera einhvern veginn og síðan þegar blómabúðareksturinn fer ekki að ganga nógu vel og ég er smá bara komin í þrot, þá verð ég bara eitthvað, ok, ég verð bara að stoppa.
og ég bara gat ekki meir og ég fann bara hvað mér leið svo ógeðslega illa og ég var bara allur metnaður fyrir vinnu og bara lífinu var bara búið og og ég var bara í andlegu börnóti og mér bara, þú veist, ég var bara ógeðslega langt niðri og bara taugakerfið mitt var bara í fokki. Þú veist, ég var bara með svona skjálfta og þú veist, og ég fekk hárlos, þú veist, bara svona there are signs bara. Ógeðslega mikið af signs og ég bara heyrði hjá Virk og sóttum og það tekur alltaf ógeðslega mikið tíma, þetta er ógeðslega mikið ferli og og ég, þú veist, fæ samþykkt sem sagt bara tjekka í mörg box á listanum hjá þeim og það er bara já, þú veist, bara hljóma bara svo mikið eins og þurfir bara ás að halda og ég bara bara let's go og svo eins og fyrir ykkur sem hafi verið í Virk vita að það tekur smá tíma að komast þarna inn hjá þeim og þetta er alveg svona, þú veist, ég þurfti alveg að bíða og ég var, þú veist, ekki með neina fjárhagslega aðstoð þannig séð á meðan, þú veist, þetta var bara svona ég man ekki var eitthvað atvinnuleysisbótum og ég var búin að vera í einrekstri þannig ég gat ekki fengið sem sagt eins mikið. Já, þetta var eitthvað svona að ég var búin að setja lágmarkslaun og þau bara já, þú áttir búðina þannig að þú veist, þú færð bara svona mikið. Ég er með leiguhúsnæði og börn og bara er engin, þú veist. Nei, kerfið okkar er ógeðslega galið þegar kemur að þessu sko. Þetta er insane. Já. Þannig að þú veist, maður getur ekki take a breather sko. Nei, en ég fann það samt þegar ég byrjaði á Virk. Þá bara ég fékk bara svona bara svona ég gat andað. Þú veist, þetta var bara svona ég er ekki einhvern veginn fjárhagslega að ströggla af því að náttúrulega TR heldur utan mann á meðan maður er hjá Virk sem er ógeðslega þægilegt. Þú veist, þarna er þetta eitthvað svona þú veist, tryggingarnar eru aðeins að spotta mann þarna þegar þú veist þegar á reynir. Já, algjörlega. Já, og þú veist og svo bara var ég í prógramum hjá Virk. Ég var í þetta voru þarna nokkur prógram. Það var eitthvað svona, þú veist, kvíði og streitu dæmi skilur og svona og þetta voru alveg svona, þú veist, bara mæta kannski og þau voru alveg að passa að setja mann ekki í og mikið einu skilur. Og þú veist, ég fekk ráðgjafa hjá Virk og hún var yndisleg. Og þú veist að tala í rauninni kannski líka svona the core problem eða þú veist. Já, síðan bara græði þau sálfræðing. Sem var náttúrulega bara æðislegt og hún fylgdi mér í gegnum allt ferlið og þetta er óslega þægilegt að þau bara já, þú veist, ég held að þessi sálfræðingur væri góður fyrir þig út af hún sérhæfir sig í þessu og þessu og svo bara ef þú fílar hann ekki þá bara velur einhvern annan eða finnum einhvern annan fyrir þig. Var það ekki líka hún sem hjálpaði þér svona, þú veist, að setja eigin mörk og bæði varandi sjálfa þig og aðra og þú veist. Jú, þú veist, ég basically fekk bara svona að traumadumpa á hana, skilur, þú veist, þannig ég fekk að segja bara, þú veist, allt mitt sem ég er búin að vera að lenda í, þú veist, bara frá því ég var bara barn, skilur, þú veist, þangað til bara í dag og hún bara einhvern veginn svona, þú veist, talaði. Þú ert svona pínu típa eins og ég sem að, þú veist, ef einhver kemur til þín með bara, þú veist, ógeðslega mikið vandamál eða er bara eitthvað svona, þú veist, heyrðu, þú verður að laga þetta eða skilurðu, þá ertu svona, tekur inn á þig hluti sem þú átt kannski til að vera að taka inn á þig. Já, algjörlega, þú veist, maður er einhvern veginn svona, maður tekur svona bara, leiðir eitthvað að þér líði svona, já, ákveðlega, maður á það svolítið til að taka einhvern veginn svona, þú veist, já, þú veist, alveg svona taka tilfinningum annara inn á sig, skilur, bara svona, ó nei, þér líður illa, út af mér, bara ég ger eitthvað, skilur, þú veist, þannig, já. Og eins þegar maður er að díla við narsissista og þannig, skilur, þá er það bara, maður þarf bara svolítið á hjálp að komast yfir það og laga svolítið svona, þannig hugsunarátt sem myndast eftir að vera í einhvers slags sambandi við narsista, ekkert endilega romantic sambandi, getur verið alls konar samband. En þú veist, fjölskyldusamband getur verið narsistsamband líka. Já. Þannig að þú veist, það er bara, það er ógeðslega traumatizing að alast upp með narsista og það er einhvern veginn svona skemmandi fyrir hausinn að maður heldur einhvern veginn að allt sem maður er að gera er rangt, skilur. Þú veist, og það er einhvern veginn búið að telja manni trúum að allar hugsanir mann séu bara rangar. Já. Og það er basically bara svona, nei, þú veist, eins og ég myndi segja bara, mér langar að fara að gera þetta, bara nei, þið langar ekkert að fara að gera þetta. Þetta er ógeðslega leiðilegt og maður er bara, ó, er það? Og það er bara eitthvað svona, maður er bara, já, þér finnst það að vera ógeðslega leiðilegt, ok, þá hlýtur mér að finnst það leiðilegt líka, skilur. Og þegar þú ert barn og þú ert einhvern veginn alin upp við þetta og það er bara eitthvað svona, þú veist. Bleikur upp á liturinn? Nei, bleikur er ógeðslega ljótur litur. Þetta er mjög ljótur litur, hann fer þér alls ekki vel, aldrei fara í bleikt. Nákvæmlega, það er maður náttúrulega bara eitthvað, oh my god, bara er það, þú veist.
og þetta svo mikið gaslighting og þetta náttúrulega... En maður tekur þetta með sér þá í rauninni inn í öll önnur sambönd eða inn á vinnumarkaðinn eða hvar sem þú ert. Algjörlega, og það steiktasta við þetta er að það sem þetta chaos, skilur, ef maður ekki búin að vinna í sínum málum, þegar maður einhvern veginn sérstaklega búin að vera að upplifa narsista sambönd og svona, að komforti liggur þar. Þannig að þú leitar í þetta, þú leitar í chaosið af því að það home. Það sem þú þekkir. Já, og það þetta, af því að eins og maður elst upp í bara chaosi, bara í einhverju svona, hvað segir maður, svona óreglu, ójafnvægi, skilur, þá einhvern veginn fer hausinn að leita þangað, þetta sé normið þitt og þetta það sem þú átt að vera. Og það ekki einhvern veginn fyrr en maður brýtur, bara þann hring, skilur, brýtur þetta pattern, skilur, sem maður fær bara svona, þetta ekki að vera svona, þetta ekkert eðlilegt að vera einhvern veginn að upplifa alltaf eitthvað chaos og vera alltaf einhver ringulreið og eitthvað svona, og já. Og fólk getur alveg verið með svona tendencies, það ekkert endilega að vera að það hefur verið eitthvað trauma úr æsku eða skilur, þetta bara svona líka held ég að þekka þetta hjá sér og að vera meðvitaður og það strax bara svona fyrsta skrefi að lækningunni. Já, ég meina ég meina bara það sem ég búin að komast að í dag að bara út af öllu sem ég búin að lenda í að ég þarf að gera sjálfsvinnuna mín megin fyrir mig og börnum mín og fólki í kringum mig, skilur. En þetta konstant bara að vinna. Þetta ekki eitthvað svona, ég ætla að vinna þessu í 3 mánuði og svo bara búin. Nei, þetta er daily thing, sko. Og þetta er ástæðan líka bara fyrir podcastinu okkar. Að þegar við erum að svona, við viljum remænda ykkur það að þetta eitthvað sem maður þarf að vinna í og gera. Og hvernig sem það hvort sem maður sé myndi eitthvað svona, fara í virk eða vera, bara að horfa á andlegu hliðina og gera eitthvað í henni, skilur, eða líkamlegu, að þá bara einhvern veginn svona, þetta aldrei að fara að stoppa, en líka sérstaklega, það fer svolítið eftir held ég líka bara hvernig tráma upplifa, sem mér finnst svolítið insane, sumir upplifa bara aldrei neitt tráma, eða þannig séð, skilur, það lendur allir einhverju í einhverju, en sumir bara alast upp með einhverju happy family, skilur, allt í góðu og allir get supportive og ég fæ stundum bara svona, ok, en það bara til. En samt ekki alltaf eitthvað samt þegar maður fyrir að grugga í þetta, það aldrei neitt fullkomin. Mjög líklegast, en ég hugsa samt, það sem mér finnst til dæmis bara að þetta mótar mann líka svo mikið, þetta gefa manni svona öðruvísi perspektíf á hlutina, þannig að mér finnst alveg svona hlutirni kannski, mér finnst ég hafa þroskast, kannski aðeins og fljótt, en þegar það kemur af því, þá finnst mér samt alveg svona, ég lærði svo ógeðslega mikið af þessu. En það besta við þetta samt að ég kom mér út úr þessum hring. Og ég gerði það til dæmis með því að fara í virk og að koma mér út úr öðrum hlutum og loka fullt af fólki sem að ég bara áttaði mig á því að var bara ekki gott fyrir mína andlega heilsu. Nákvæmlega, fyrsta skrefur átt að segja á því að þú ert með vandamál. Skref númer 2 er að gera eitthvað í því, sækjum hjálp. Já, nákvæmlega. Og það bara, ef þú ert komið þessi 2 skref, þá ertu bara góður leið, sko. Nákvæmlega, og líka bara sjálfsvinna eitthvað sem á bara ekki að vera, hvað segir maður, svona, tabú, mér finnst einhvern veginn fólk oft svona hrætt við að leita sér hjálpar, að það bara ekki, ég þarf ekki á þessu að halda, alveg eins og bara þegar ég var að segja fólki frá að ég var að fara í virk, ég var bara smá svona, oh my god, þetta skömma, því að fólk var bara, það ekkert að þér, þú ert ekkert lasin, skilur. Já, en það samt svolítið svona, ok, ég ætla að segja, það tvennt, það annarkvort eru gamli skólinn, sem svolítið bara eitthvað bældi tilfinningarnar, skilur, aldrei gráta. Farðu inn í herbergi og vertu þar, þú ert bara better. Já, eða þá að þetta hin típan, akkurat hinum endanum, sem að fær alltaf upp í hendurnar en svo ekki að nenn að vinna og að nýta kerfið. Þú ert með þessar 2 típur sem eru pínu að skemma fyrir þeim sem actually í miðinni. Já, nákvæmlega, einmitt, af því auðvitað eru alltaf einhver svona bad eggs sem eru bara eitthvað svona ég nenni ekki og ég ætla bara að fara þarna og ég svo ekkert að mæta á námskeið. Já, alveg eins og það fólk sem bara eitthvað býður eftir að geta hætt í vinnunni eða láta segja sér upp til þess að fara á bætur og lifir kannski bara þannig, að vinna í x tíma til þess að fara síðan bara á bætur. Já, lifir svolítið bara á kerfinu, Já, það þekkja allir fólk sem lifir á kerfinu. En ég meina, It is what it is, það leiðilegt og allt það, en ég sá hann í fréttum daginn að það var eitthvað að vera að segja eitthvað svona margir milljarðar fóru í
eitthvað bætur eða, þú veist, og hluti af, hversu stór hluti af þessu væru og ég veit ekki hvað ég að segja það eða þú veist, bara ekki fyrir Íslendinga? Já, ég meina þú veist Jújú, það er alveg hluti af fólki sem á þetta alveg skiluru en svo er samt í alveg svo ógeðslega mikið af hluti af fólki sem að þarf þetta actually, fattar þú? Ég trúi því ekki. Af því að þeir sem actually þurfa þetta eru þeir sem eru að díla við actual burnout, þeir sem eru öryrkjar actually. Nei, ég meina þú veist, mér finnst líka bara einhvern veginn allt í lagi að horfa á þetta þannig, þú veist, mér finnst fallegt og gott að vera með að hjálpa fólki og en það er líka, þú veist, mér finnst líka alveg vera svona, það þarf að vera kappa á þessu versus, skilur, þú veist, geturðu unnið, geturðu farið og gert eitthvað í samfélaginu, skilur, þú veist, fara þá að gera það, ekki vera bara eitthvað svona, já, þú ert bara að koma hérna og vera á bótum, skilur. Mér finnst pínu líka erfitt að hugsa til þess að við sem, þú veist, eins og sé, allt gott og blessa við sem hjálpa fólki, en þegar, þú veist, þegar, amma þarf að bíða í, þú veist, 15 klukkutíma á Slísá til þess að komast af því að það er bara stappað af bara alls konar fólki. Ég skilur, þetta er svona, ef að við sjálf erum, þú veist, okkar benefit er að dvína með því sem, þú veist, meira sem við gefum á okkur, þá þurfum við aðeins að passa að gefa ekki of mikið á okkur, skilur. Já, þú veist, við erum líka bara svona, já, þú veist, það er líka bara, þú veist, mér finnst einhvern veginn bara, við þurfum að passa upp á fólki okkar sem að, þú veist, og ég er ekkert eitthvað að tala um bara eitthvað Íslendingar, skilur, þú veist, þetta er bara eitthvað svona, þú veist, kerfið þarf bara að halda betur utan okkur, skilur. Já, og bara fólk sem að þú veist, vinna hérna og að borga skattanum sína og að, þú veist, bara hluti af samfélaginu. Og ég tala nú ekki líka bara, þú veist, þessu börn sem eru, þú veist, að fara í neyslu og þurfa hjálp. Nákvæmlega, þú veist, það er allt í einu að fara til, þú veist, Suður Afríku í meðferð því það var ekki hægt að, þú veist, þetta viðtal við mömmuna braut mig og hún var alltaf bara að segja hversu brotið kerfið er og líka bara eins og ég segi, ég veit ekki hversu oft maður er búin að sjá þú veist, gamla fólki sem að byggði þetta land, skilurðu. Já, einmitt sem er bara, ekki og er bara núna ekki að fá það þjónustu sem það þarf og það er bara allt fullt alls staðar og þú veist, hvert fara allir peningarnir þeirra, Nákvæmlega. Við getum náttúrulega... Hvað er ellilífeyririnn? Ég er brjáluð! Bara í pólitík. Nei, en þú veist, að sjálfsögðu þá, skilur þetta kannski ákveðin hluti af því sem að hefur neikvæð áhrif á það þegar fólk er að segja að það sé að fara í virk. Þú veist, af því að það er svo mikið af fólki sem að kannski er að misnota þetta. Já, af því að þú veist, auðvitað er alveg, þú veist, á öllum vegum þegar kemur að kerfinu einhvern veginn alltaf einhver sem er að misnota að mjólka kerfið, skilur. Og þú veist, sem er náttúrulega, þú veist, fárlegt og þú veist, sumir þurfa því að halda og sumir ekki, skilur, þú veist, en bara, þú veist, burt sér frá því, bara, ef þú ert bara true to yourself, það er ekkert til að skammast fyrir. Nei, bara alls ekki. Og ég meina, og ég held líka einhvern veginn bara svona, þú veist, ef þú finnur, þú veist, bara eitthvað svona, eins og ég segi, þú veist, bara með mitt leyti, að ég var bara, þú veist, andlega búin og bara, þú veist, stelpa sem ég þekki sem að tala um virk í fyrsta skipti, sem hún var sjálf í virk og spurði mig, þú veist, hvort ég eitthvað kíkt á þetta og ég eitthvað, nei, þú veist, ég þarf ekki að fara í svona, skiluru, og svo var ég bara, maybe I do. Kannski þarf ég þess, skilur, og þú veist, og fór svona að lesa mig til þetta og þú veist, ég gerði mitt research og svo var ég bara, já, ok, þú veist, bara, kannski hefði ég bara gott af þessu, allavega, þú veist, að tjekka á þessu, heyri í þeim. Nei, af því að sko, ég er til dæmis pínu svona alveg upp við, þú veist, að það er ekki mikið af kannski fólki í, þú veist, minni fjölskyldu eða eitthvað svona sem hefur leitað til sálfræðings eða leitað til aðstoðar, eitthvað svona, þú veist, eins og ég hugsaði bara, þú veist, þegar Hrönn dó, þú veist, þegar ég hugsaði tilbaka, þetta 2023 var ömurlegt fokkin ár. Það var bara versta fokkin ár lífsmins. Já, en þetta var rosa mikið einhvern veginn svona blurry fannst mér á tímabili, sérstaklega þegar hún var undir lokin veik og eitthvað. Þú veist, ég held ég að tala um það áður, af því að þú veist, ég er ekki mikill djammari, en ég djamma alveg á til. En við erum að tala um, ég fór hver einstu helgi, eða tvisvar, þú veist, fösta og laugardag, og ég var í afterpartíum bara 10-12 á hádeginu, bara eitthvað. Erum að fara heim? Þú veist, ég er ekki samt á efnum, sko. Nei, ég veit. Þú veist, ég var bara áfengi, let's go, þú veist. Svo var ég bara eitthvað, býtu, hvað er ég að forðast hérna, skilur við? Já, þannig að það var bara eitthvað deyfing í gangi. Já, en ég vissi ekki að það væri til eitthvað sem heitir sorgarmiðstöðin, til dæmis, sem hjálpar fólki að komast yfir ákveðna hluti. Og þú veist, já, þetta er eitthvað sem að ég hefði viljað vita af, fattarðu? Akkurat. Já, algjörlega. Þú veist, þetta er bara, einmitt, það var einmitt á þessum tíma líka að tala svona miðstöðvar og svona sem að halda utan fólk, þú veist, virk. Ég fór líka í Bjarkarhlíð á þessum tíma. Já, einmitt. Og það var bara,
svo nauðsynlegt og ég svo ógeðslega ánægð ég fór. Þú veist, þetta var alveg bara svona, og þá var ég líka bara eitthvað, þar ég að fara í Bjarkarhlíð, skilur, og svo er ég bara, því ég fór hérna bara, já, og þú veist, og einhvern veginn að tala við að ég fór í svona hópmeðferð hjá Bjarkarhlíð og við hittumst alltaf alla 50 daga og ég var að tala við, þú veist, stelpur sem voru basically allar á svipum stað með mismunandi fólki, skilur, þú veist, og var að upplifa, þú veist, og þetta var ekkert allt bara eitthvað makar sem var lendi, heldur bara, þú veist, alls konar fólki í þeirra lífi sem er búin að beita í andlegu og líkamlegu ofbeldi, þú veist, sem er náttúrulega bara hræðilegt, en maður var einhvern veginn samt svona, ok, þú veist, við erum að bonda hérna yfir hræðilegum atburðum og ég veit að ég er ekki ein, skilur, og það var svo, ok, eins hræðilegt að ég er að heyra suma sögurnar, að það er einhvern veginn svona, það er svo gott að heyra þetta, að þegar manni finnst maður einhvern veginn ekki vera ein í heiminum að upplifa þetta. Að bara einhver skilji þig og þú sést bara svona, já, það sé ekki einn. Að því að bara, ég held einhvern veginn svona, þú veist, meðan við það sem ég lendi í, að mér fannst ógeðslega erfitt að einhvern veginn tala við þetta, þú veist, tala þetta segja við fólk í kringum mig, að mér fannst svo margir vera bara eitthvað, já, er það, og voru ekki alveg að skilja, og voru bara eitthvað svona, já, ok, þú veist, þú ert að upplifa þetta, og þú veist, og ég fékk stundum bara svona, ok, er ég the crazy one, er ég, þú veist, manneskjan sem er kannski bara, þú veist, ekki í lagi. Já, en það er líka alveg erfitt, þú veist, af því, þú veist, maður hefur kannski verið gaslighted alveg svolítið mikið. Já, maður treystir ekki tilfinningunum sinni neitt, Nei, og það er maður bara að byrja, að ég kannski bara eitthvað halda kjafti og halda bara áfram mínu striki, skilur. Já, og svo er svo ógeðslega fyndið þegar maður einhvern veginn er í þessu ferli og maður er einhvern veginn, þú veist, að tala þetta hverjum eins og degi og maður er einhvern veginn í sambandi við fólk sem er að, þú veist, bara reassura mann, skilur, bara, þú veist, þú ert ekki, þú veist, þín upplifun er ekki röng í þessu, skilur. Og svo er þetta fólk að reyna að tala við mann sem er búið að vera einmitt að beita mann andlegu ofbeldi eða gaslighta mann og það er að reyna að, þú veist, ýta sér inn í líf manns aftur. Já. Og maður fær svona, og ég man bara eitt skipti fór ég bara að hlæja og ég var bara eitthvað, I see through this. Já, bara eitthvað, heyrðu, bara þú ert actually að láta svona að því að, þú veist, og ég sagði það aldrei neitt að því að ef þú ert að tala við narsista, það þýðir ekkert. Þú getur ekki sagt við narsista að vissur að þú ert narsisti. Narsistinn er bara, nei. Hann er bara að fara að gaslighta, það er eins og hann kann, sko. Þeir taka, já, þú veist, narsistinn er aldrei vandamálið, skilur. Nei. Þú veist, þau eru aldrei vandamálið. Það er alltaf allir aðrir sem eru vandamálið og þau hafa aldrei rangt fyrir sér og að þau myndu aldrei detta í huga að vera narsistar. Og þú veist, ef þú heldur einhvern tímann að þú sért mögulega narsist, ef þú fær einhvern tímann svona, oh my god, geti ég verið narsistinn? Þá ert þú ekki narsistinn, af því narsistinn myndi aldrei hugsa þannig, skilur. Nei, já, náttúrulega. Þannig að það er eitt svona, af því ég fékk actually þessa tilfinningu af því að það var einmitt ein manneskja sem sagði mér bara þú, eða þú veist, ein af þessum narsistum sem ég hef verið í kringum var bara þú ert narsistinn, bara þú ert að gera þetta og þetta og ég var bara er ég kannski bara narsisti? Og ég fekk alveg bara svona, er það bara ég? Sem ég veit Og ég var einmitt, ég talaði við sálfræðinginn í Bjarkarhlíð og hún var bara, já, þetta er mjög known thing að þau gera þetta og ég myndi bara láta og hún ef þú heldur að þú sért narsisti, þá ertu það ekki. Ég ok, that's the one thing, skilju. Akkurat. Og líka bara svona, ef maður hugsa, þú veist, alveg svona, hef ég einhvern tímann viðurkennt að ég hef rangt fyrir mér eða einhvern tímann bara viðurkennt að þú veist bara sagt fyrirgefðu og virkilega meinar þá ertu ekki narsisti eða þú virkilega meinar það, skilurðu, nema þú sért bara að segja fyrirgefðu bara til þess að hinn segir já, nú segir þú fyrirgefðu eða skilurðu, þá er maður alveg er þetta genuine eða ekki? Já, og það er ógeðslega fyndið að þú veist narsisistar, þeir fíta af eða þú veist, fíta bara eins og þessi vampírur, skilurðu, af svona empaths sem eru manneskjur sem að basically taka tilfinningar annara, þú veist, til sín, skilur, þú veist, eins og við vorum að tala um bara basically góðar manneskjur. Já, þú veist, bara manneskjur sem svona eru bara eitthvað líður þér illa, skilur, þú veist, bara ég skal láta þér líða betur og þú veist, og vera svolítið people pleaser, skilur. Michael Jackson! Og ég er ekki múin svo myndin, þig. Nei, bara in general, hann er bara svo góð sál og þá var náttúrulega bara að reynda að eyðileggja mannorðið hans með einhverju bullshiti. Já. Ég miskið þessu sko, en ég veit það ekki. Við skulum tala um það seinna. Ángríns, ég held að hann segir bara most pure soul. Ok, ég fæðist hún, já, ok, ég ætla ekki. Þú ert eftir að horfa myndina, en ekki það að þú veist bara, þú veist, do your own research og þú veist, það er... Já, fólk má alveg hafa sín sko, en allir bara, veist, það er svo bara... En einmitt, það er bara þarna eitt líf sem bara, maður veit ekki, skilju. En allavega, talandi mig hvala. En nei, þú veist, það er líka bara svo ótrúlega fyndið, þú veist, bara þegar maður einhvern veginn,
vaknar, skilur, þú veist, eftir allt trámað og maður fer einhvern veginn að fá svona, þú veist, einmitt, þegar ég fór í Bjarkarhlíð á Virk, að tala við, þú veist, þetta var fyrst skiptið sem ég var að tala vandamáli mín, þú veist, bara frá rótinni, skilur, þú veist, og var bara svona að opna mig, ekki bara eitthvað svona, þú veist, eins og ég tala við þig eða, þú veist, aðra vinkonum mína, þú veist, þú veist, my problem, skilur, þá maður einhvern veginn bara svolítið að dömpa, þú veist, öllu á vinkonu sínar og eitthvað, en þarna var ég bara eitthvað svona, þú veist, bara líka grenjandi bara, þú veist, að tala hlutir sem ég var bara svona, ó vá, ég vissi ekki að þetta náði svona djúpt, skilur. Akkurat. Líka því að sálfræðingar kunna þetta, þeir spyrja rétti spurningana og láta í rauninni þig spyrja sjálfa þig ákveðina spurninga og þú ert sko svolítið að tala bara eiginlega pínu við sjálfa þig en finna the root of the cause of the root, the root of the cause, þú veist hvað ég við. Þannig að þú einhvern veginn svona ferð sjálfur down the path, bara með smá guidance. Já, algjörlega. Já. Þetta en samt í alveg, þetta þannig og þú veist, það það ekkert eitthvað mér finnst, þú veist, þeir eru alltaf svolítið hlutlausir og bara hjálpa þér að finna orsökin. Já, nákvæmlega. Og þú veist, það einmitt bara svona það sem ég finnst. Okkur er svona ljótt í þessari mynd. Þú verður það ekki. Þú er svo vækjur. Allavega. Nei, en það sem ég ætla kannski bara að segja með, þú veist, Virk og Bjarkarhlíð og ég ætla ekki eitthvað svona að vera eitthvað að fara dítilega út í, þú veist, það kannski ekkert gaman heldur að vera eitthvað, mín upplifun var alltaf, þú veist, eitthvað en það er bara svona, það sem að mér fannst svo geggjað var bara, þú veist, maður fór í prógram og þetta var einhvern veginn bara svona, það var fylgst með manni og passa upp á mann og, þú veist, og þetta er alveg vinna. Þau ekkert að leyfa þær að vera bara heima að lulla, skilju, og þú veist, og svo náttúrulega bara var ég fyrir ræktina, ég var óslega duglega fyrir ræktina. En eru prógramin sem þú ert látin hafa, er þetta, þú veist, prógram on a paper, þú veist, eitthvað svona physical prógram? Já, þú veist, þetta eru bara námskeið sem þú mætir á og ert bara að stunda, þú veist, þetta er bara svona, þú mætir einu sinni í viku á einhvern stað. Þú sért að vera í stærðfræði, bara hér er dæmið, þú skrifaðu, er þetta eitthvað svona hlustaðu á? Þetta er svolítið bæðið, þetta er svona fyrirlestrar og þetta eru svona, þú veist, þetta getur verið þess vegna skilur bara, þú veist, eins og hugleiðsla og þú veist, þetta er alls konar. Eitthvað svona hugarleikir eða? Já, þú veist, þetta er eins og, ég fór í, þú veist, jákvæð sálfræði og ég fór í, þú veist, hvað heitir það svona kvíðameðferð, skilju, þú veist, og þetta er bara svona, þetta er alls konar meðferðir sem eru bara einhvern veginn svona að stíla á þín vandamál og þú velur þetta með ráðgjafanum þínum, hvað hentar þér, skilju. Hún finnur eitthvað sem hún bara, já, ok, þú veist, með við þína sögu þá getur þetta hentað og þú eiginlega segir bara já eða nei. Okay. En þú þarf... Svona ætti lífsleikni að vera í grunnskóla. Já. Ég ekki tjóka. Hver maður ætti lífsleikni? Hvað lífsleikni var maður í? Hvað í fokkanu var lífsleikni? Var maður ekki bara alltaf að horfa einhver náttúrumyndbönd og eitthvað? Ég veit það ekki, ég skrópaði alltaf. Ég fór alltaf að keypta mér franskar og setja hann á klústi. Ég ekki tjóka. Takk í báru sem fyrir mynd. Hún fór í actual lífsleikni. Ég fór í lífsleikni. Bara french fries. Það er samt alveg, ég minna, þú veist, do your own thing. Nei, þú veist, já, bara, er ég að fara að nenna að sitja þann inni og horfa á, þú veist, 4. náttúrufræðmyndina sem ég er búin að sjá? Nálega, já. Einmitt. Eða láta kennarann horfa á brjóstaskorana á öllum gælunum? Nei. Var það málið? Var ég að gera það? Já. Oh my god, það var ógeðslega, þetta var pervert, sko. Í alvörunni? Ísafjarðarskóli. Er hann ennþá í skólanum eða heldur að segja að hlusta á podcastið? Það voru svo margir pervertar úr skólagöngunum minna vestan að við skulum bara leave it there. Ég fæði dýts á eftir. Ángríns. Næsta podcast, perrasugur. Perrasugur úr skólagöngu Ísafjarðar. Shit. Ef ég fengi einhvern tímann kæru, þá verður það einhver sem að veri, þú ert ekki með neinn sönnun fyrir, víst, ég er með screenshot frá Messenger. Nei, við skulum ekki það. Það? Já. Oh my god. Shit, það er undir ógeðslega ég þarf að sjá það. Really. En já, don't be a perv. Nei, don't be a perv. Það kemur í baki að þér þótt að það sé núna eftir 50 ár. Já. Everything is recorded núna líka. Eða screenshota. Já. Þannig að bara be careful. En nei, þú veist, allavega það sem ég ætla bara sem er virk, bara, við kláraði bara að slúta ég af, svona að segja það sem að, þú veist. Sorry. Nei, ég held ekki að hafa gottið með söguna, sko, I love it. En nei, þú veist, með
virk og það, bara þetta hjálpaði mér ógeðslega mikið og ég er ógeðslega þakklát fyrir þennan tíma, ég er ógeðslega ánægð að ég hafi farið í þetta en seinustu svona 3 mánuðina í virk þá var ég svo ógeðslega tilbúin að fara að vinna. Já, gekkja, það virkaði þetta. Já, virkaði. Virkaðar. Já, hei. Byrluðanir. En já, þú veist, þannig að þetta virkaði og ég var byrjaði náttúrulega að leita mér að vinna og ég fór náttúrulega strax í bara svona smá panik, bara svona fuck. Ég hef ekki verið að vinna fyrir neitt nema sjálfa mig í svo ógeðslega langan tíma. Já. Og ég kann ekkert að leita vinnu og ég kann ekkert að vera á vinnumarkaðinum nema bara, þú veist, sjálfstætt starfandi, skilju. Já. Og þetta var ógeðslega erfitt að þau bæði líka bara einhvern veginn svona að sækja vinnur og fá höfnun, maður stundum bara svona, þú veist, maður þarf líka einhvern veginn svona að læra að taka því ekki persónulega. Já, þetta bara eins og þegar þú sækir þú veist, bara eitthvað, hei, komið í samstarf. Nei, þú veist, það líka bara, you suck. Maður bara, thank you, next. Þú veist, en þetta bara, maður má ekki taka svona persónulega og ég, bara eins og ég trúi bara hlutinir að gerast eins og að gerast og ég ógeðslega ánægð með vinnuna sem ég í núna. Þú veist, þetta bara, þetta ógeðslega að finna því að ég fer í atvinnuviðtal og ég bara eitthvað svona, ég fæ smá svona, ég pota ekki að vera að fá þessa vinnu, skilur, þetta var actually held ég fyrsta atvinnuviðtal sem ég fór í, þetta var 3. atvinnuviðtal sem ég fór í, hinn 2, þau henduðu ekki bara, þú veist, upp á tíma og laun, skilur, það var einhvern veginn ekki tekið fram bæði í vinnunum sem ég var að sækja þess að eitthvað, eitt var bara eitthvað 40% vinna og ég eitthvað, nei, þú veist, mér vantar 100% vinnu og hún var alveg að taka mig gegnum allt viðtalið bara eitthvað neginn og svo bara ekki, þú veist, þetta er náttúrulega bara 40% ég eitthvað, great, nei, tókst það ekki fram en síðan var önnur vinna sem var bara svona, hún hendaði mér ekki alveg og ég var bara svona, og ég ákvað bara að segja nei, skilur þú veist, og það var bara, þú veist, og það er líka eitthvað sem, þú veist, mér fannst svo gott við að vera í virk að ég gat svolítið svona pick and choose. Já. Þú veist, ég var ekki einhver stressi, bara, oh my god, ég verði að fá vinnu núna, skilurðu. Þannig ég gat svolítið svona valið, skilurðu. Ég var að fá flashback þegar ég var í fucking Harfiski í Hafnarfirði þegar ég var í flutti Reykjavík. Og sem bara ég bara að finna mig vinnu. Nei, ég var bara, er þetta Reykjavík? Verð ég hér? Harfiskvinnu. Og svo ég var hann í fucking ár og þá var ég bara, nei, herðu, ég ætla að prófa að lappa í Smáralind og finna mér. Já, það svo unique. Já, en þú veist, þetta er bara, einmitt, þú þarft ekki að fokki vinna það sem þetta finnst ömurlegt. Nei. Leitaðu að okkur öðru. Þetta er líka bara svona, þú getur alveg verið í einhverju vinnu og ef þú ert ekki, þú veist, hamingjusamur í vinnunni, þá getur þú náttúrulega að halda áfram að leita. Þú þarft ekki að vera fyrst í einhverju vinnu sem þig langar ekki að vera í. Nei. En það er alltaf lagi, þú veist, en maður þarf náttúrulega tekjurnar að vera einhvers staðar á meðan, en maður á ekki að hætta að leita. Nei. En það var einmitt, sko, síðan, þú veist, finn ég þessa vinnu, ég fór í atvinnuviðtal og ég var bara, og það gekk ógeðslega vel, en ég var samt einhvern veginn svona, þú veist, þau bara, við fengum bara einhverja, þú veist, 300 og eitthvað umsóknir, ég var bara, vá. En þú fórst samt í atvinnuviðtalið? Ég fór í atvinnuviðtalið. Já, þannig að þú verður með flotta fyrirskrá og já, ég eitthvað svona, fór eitthvað svona vídeóviðtal sem ég, þú veist, var bara eitthvað, þú veist, það sem ég basically var að svara spurningum í einhver svona vídeóviðtal, þú veist, og var ekki að tala við neitt, skilurðu. Þetta er ógeðslega steikt, þetta er greinilega eitthvað svona nýtt á Alfreði eitthvað, og mér fannst það, þú veist, þótt að ég sé alveg vön að tala einhvern veginn í myndavélina ein, það fannst mér þetta samt bara eitthvað ekkert eðlilega steikt og ég var ógeðslega stressuð. Þannig að þetta var alveg svona... En og hvað? Hvernig spurningar voru þetta? Bara svona, hvað sérðu þið fyrir þér eftir, þú veist, x mörg ár eða eitthvað svona, eða bara, þú veist, hverju þínir gallar kostir? Bara svona, þetta basic svona atvinnuviðtal spurningar en samt einhvern veginn bara svona... Ekki sem svo inntökuprófið váir. Hver er forseti Azerbaijan, þú veist, í alvörunni? Já. Ok, það var enginn að spyrja mig að því. Ég var bara, hvað í fokkanum er þetta? Mjög skrítið að fara í atvinnuviðtal já, nei. Þetta var bara eitthvað svona, þú veist, whatever spurningar og áttu bara eitthvað, bara literally bara, hversu mikið veistu, skilur við? Já, nákvæmlega. En ég meina, ef það verið eitthvað með make-up, þá hefði getað rúlega. Já, það getur verið bara eitthvað, no problem. En þú veist, nei, ég meint, sem bara svona, já, það var ógeðslega steikt dæmi og ég viðurkenni alveg svona, þú veist, þetta var bara eitthvað svona, þú ítir og takar svo bara eitthvað, þú veit, mínútur til að svara og maður eitthvað, ok? Ég hef bara gátt þarna. Já, þetta var alveg... Allir þetta hósta bara, ég þarf að pissa núna, hvað ég gera? Hvað stoppa ég? Búin að setja mig glerur þannig ég sæi pottið spurningarnar, skilur, og svo lesi þetta ekki eftir svona, ok, ég er tilbúin, 1, 2 og búp, þú veist. Þannig að, já, þetta var alveg svona illa steikt, sko, en það var gaman og ég fekk sem sagt, viðtals út frá því og svo var ég búin í viðtal með 2 og fæ vinnuna svo þá
Og það vinnan sem þú ert í núna? Það vinnan sem ég er í núna. Já, hún byrjaði svona? Já. Og þetta bara, ég er ógeðslega ánægð og ég er alveg, fæ bara svona í dag, fæ bara svona, ok, nú skil ég af hverju hitt gekk upp. Þannig að þú varst 1 af 300 og þú fékkst vinnuna? Þannig að, I did. What? Hörðu? You know it. Þannig að þetta var alveg, já, en það var samt líka bara, já, það er svo ótrúlega gaman að maður er svo stressuð líka, ég er ekki vön að vinna í teymi og einhvern veginn að koma inn á, skrifstofa sem er fullt af fólki og vera með, fólki sem maður náttúrulega þekkir ekki neitt og eitthvað svona og svo einhvern veginn detta inn á stað þar sem bara allir eru yndislegir og bara fólk er bara svo ótrúlega kama og næs og einhvern veginn bara andinn svo ótrúlega góður og maður fær bara eitthvað svona, vá, ok, Og þú myndir segja að í rauninni virk sé svolítið ástæðan fyrir að þú sért að vinna þannig dag eða? Já, ég er náttúrulega bara... Svona partur af því að þú hefur tekið skrefið og sótt þarna og... Já, algjörlega og ég meina, eins og ég segi, það er svona í staðan fyrir einhvern veginn að vera á þeim stað þar sem ég var bara eitthvað, oh my god, ég verð að finna mig vinnu og vera bara eitthvað svona, stressa mig í öllu og einhvern veginn, þá gat ég bara svolítið svona andalétt og viðkennarlegt, það tók alveg svona smá á að vera alltaf að sækja vinnur og vera bara eitthvað svona, stundum fekk maður ekki einu svar, skilurðu. En manstu ekki eftir þáttunum á Netflix með Tyra Banks America's Next Top Model og svona The Beginning of. Þá var sagði hún, þó að hún var umlega sem þáttunum alltaf, Bitch. En þá sagði hún að allir prodúserarnir voru búin að segja nei við þáttunum. Og svo var þetta vinsælasti þáttur. Þetta reality TV var svo ógeðslega lítið á þessum tíma. Já, en ég meina þú getur verið með golden hugmynd og hún er geggjuð þó að fyrstu 10 sem hún fer og presenterar þessa hugmynd við segir nei, þá bara keep going. Já, maður á aldrei að hætta að gefast upp, skilurðu. Bara allir sem eru successful í dag hafa fengið nei, oftar en einu sinni. Og ég er samt líka bara þannig, að einhvern veginn minn hugsunarháttur í dag er líka bara þessi hlutir gerast, af ástæðu og stundum er það nei að þetta er eitthvað annað betra að koma, skilurðu. Algjörlega. Þannig að frekar en að hugsa bara eitthvað, og þú getur hugsað að sáa með dating life, skilurðu. Ef þú ert eitthvað sár yfir eitthvað gekk ekki upp eða whatever, það er bara, it wasn't meant for you. Já, nákvæmlega, algjörlega. Þetta er bara svona, hlutirnir gerast eins og eiga að gerast. Já. Það er bara 100% mín tilfinning á öllu. Trust in the universe. Já, nákvæmlega. Og ég meina þótt að, hræðilegi hluti gerast og eins og ég segi, bara eins og með 2023, þetta er bara, hræðilegt ár og upplifunin, skilurðu, bara auðvitað setti bara ákveðið svona skar í hjartamann, skilurðu. En þetta er samt, þetta er samt einhvern veginn... Þetta er hluti af lífinu. Hluti af lífinu, þetta þroskar mann, maður, horfir öðru svo hlutina út frá því. Og einmitt þetta gefur mann svona smá nýtt perspektíf, skilurðu. Og ég hugsa bara einmitt, bara það eru allir að fara gangi gegnum eitthvað, einhver tímann í gegnum lífsleiðina, það er bara óumflýjanlegt ef maður ætlar að ná fram á gamals aldur, skilurðu. En það er líka oft sagt það að þeir sem eru að dæma aðra, það eru yfirleitt þeir sem bara eru, veit ekki betur í rauninni, af því þeir, get ekki sett sig í spor annarra. Já. Akkurat, eða eru narsistar. Já. Þeir geta aldrei sett sig í spor annarra. Ég veit það, en svona in general, skilurðu, við vorum að tala bara svona, það veit enginn hvað það er að við eiga fjölskyldumeðlim eða ástvinn sem er alkoholisti fyrir nú actually, skilurðu, þetta er svona pínu svona, eða að eignast barn sem er fjölfatlað, skilurðu, eða einhver sem giftist, erlendum uppruna eða eitthvað svona sem er öðruvísi innan fjölskyldunar, að það er enginn að fara að sýna jafn mikið, svona skilning og ærleysi. Já, nema að hafa upplifað sjálf. Já, eða það er oft þannig að þetta er oft talað að fordómar eru fáfræði. Það er samt svolítið svoleiðis. Já. Það er bara þannig og ég meina, það er líka bara ógeðslega sniðugt að reyna að afla sér upplýsingar á hlutunum ef maður er ekki viss, en samt sem áður, ef þú ert ekki búin að upplifa ákveðna hluti, þá getur ekki sett í spor annarra og ég meina alveg eins og bara, ef maður hugsar skilurðu, bara, ég get ekki sett mig í spor mannsku sem er búin að upplifa kannski, fátækt allt sitt líf, skilur, eitthvað svoleiðis, af því að þótt ég hafi alveg upplifað fátækt, að það einhvern veginn bara svona, maður er ekki að koma af sama stað og þetta er bara svona, eða bara einmitt, bara manneskja sem hefur mist foreldra sína ung eða eitthvað svoleiðis, það er bara svona, ég get ekki sett mig í þessi spor. Nei. Og maður getur reynt að bara svona eins mikið maður getur að finna til, eða samkennd bara, skilur, og auðvitað, gerir maður það og maður sýnir samkennd og maður er bara til staðar fyrir fólkið sitt og en það er oft svona, en einmitt, ég man einhvern veginn bara svona fyrst skipti sem ég upplifði að einhver nán mér misti einhvern og þá hafði ég ekki mist neitt nán mér, skilur, og ég fekk bara svona, ég veit ekki alveg hvernig ég á að vera.
Já. Þú veist, í kringum manneskjun sem misti. Já. Og ég fekk smá bara svona, þú veist, maður eitthvað svona, þú veist, sem bara vilt og ég sé eitthvað að hauka þig og maður bara eitthvað svona, get ég eitthvað gert fyrir þig og þú veist, og það aldrei neitt sem maður getur einhvern veginn gert en maður einhvern veginn vill samt vera til staðar. En þú veist, það held ég bara svona best sem maður getur gert, að vera til staðar ef manneskjan þarf á manni að halda. Já. Og líka bara eins og segja, hvað svo sem fólk að díla við, þú veist, ég reyna að koma alltaf að því ekki með einhverju dómhörku eða þú veist, bara frekar reyna að koma að þessu með smá grace. Já, en ég meina bara, ef við myndum horfa á bara allt fólk sem ættingi okkar eða vini, skilju, þú veist, bara myndum við ekki sýna því meira mildi. Já. Þú veist, og það bara svona, þetta eru börn einhvers, þetta eru foreldrar einhvers, þetta er manneskja sem einhver elskar og þykir vænt og þú veist, þetta svona til hvers að vera að sýna einhverja, þú veist, ílsku eða, þú veist, vera eitthvað pirruð út í einhvern einstakling að því hún eitthvað öðruvísi. Akkurat. Þú veist, það bara, ég skil það ekki og þú veist, mér finnst einhvern veginn bara svona ílska eða afbrýðisemi eða hvað svo sem það nú er. Já. Og all the negative stuff. Já, þannig að þú veist, frekar mynd bara svona, ef þú getur ekki sett þig í spor annara eða þú veist, séð frá þeirra sjónarhorni hvað þau eru að upplifa, þá er líka alltaf leið bara að stíga tilbaka og vera bara eitthvað, ég skildi ekki, þú veist, bara this is yours. Já. En þá er líka bara, þú veist, en það er mynd ekki dæma það, skilur. Þannig að, já, en síðan er líka bara oft, þú veist, ef að fólk þú veist, er eitthvað að dæma og er eitthvað pissed off, þá er það bara oftast af því að það er eitthvað pissed off innan með sér, skilur. Og það er, þú veist... Það er alveg þannig, það er eitthvað svona, þú veist, af hverju ætti einhver manneskja að bögga sig ógeðslega mikið á þessu sem þessi er að gera, þú veist, sem kemur þér bara ekkert við. Nei, einmitt. Bara eitthvað... Þannig að það er bara einmitt... Viltu fá ís, eða, þú veist? Would you like ice cream? Would it make you feel better? Já, bara, what? Nei, einmitt, þú veist, þetta er bara, ég meina, þú veist, við erum öll með okkar, þú veist, inner struggles og það er einmitt bara ógeðslega mikilvægt að við vinnum í okkar málum fyrir okkur og fólki í kringum okkur að því að ef við erum alltaf að horfa á vandamálin út á við, þá er, þú veist, enginn að horfa á vandamálin inn á við, skilur, og þá er maður alltaf bara eitthvað, ég er ekki vandamál, það er allir aðri vandamáli, þú veist, það gengur ekki upp, það dæmi bara gengur ekki upp, þú veist, þannig að við þurfum einhvern veginn að vera bara svona, ok, er það eitthvað hjá mér sem að, þú veist, er sem ég þarf að laga til þess að ég geti hort á hlutinu öðruvísi, skilur, þú veist, í staðan fyrir að vera bara eitthvað, já, þú veist, mér líkar ekki vel við það sem þessi er að gera, bara, ok, af hverju ekki? En mér langar að koma að einu topiki núna, sem að svona snertir mig pínu djúpt. Já. Ég vil ekki segja hvernig. Nei, allt í lagi þá. En þetta er svona smá pæling og ein spurning. Þetta er svona, þú veist, ef þú ert á þeim stað í lífinu að þú veist, þú ert með ákveðin goals framtíðina, þú veist, þú ert kannski ekki endilega á þeim stað sem þið langar að vera á, skilurðu. Þú ert alltaf að segja bara sem svo, bara þú ert með ákveði bara peningalega eitthvað stað peningalega séð sem þið langar að vera á en þú ert ekki þar eða þið langar, þú veist, að búa ekstra annars þar en þú býrð bla bla, skilur, whatever it may be sem eru svona 95% struggle shot einhvern veginn. Það er allir að hugsa þú veist, það næsta sem ég er að fara að eignast getur make me happy þú veist, þegar ég búið með gráðuna maður er alltaf að horfa svolítið á svona næsta skref svona, þú veist, það er, þú veist, það er gott quote í lagi með honum Billy Joel þar sem hann segir only fools are satisfied. Það er nefnilega málið og mér finnst sko ótrúlega oft þegar ég tala við fólk sem er bara einhvern veginn svona, þú veist, ég hef spurt svona random manneskjur bara, ertu hamingjusöm? Bara, are you truly happy, skilur? Nú er ég búin að spyrja bæði erlenda vini mína og þú veist, sem er eitthvað svona og það hefur stundum komið svona já. Svona, maður er alveg, af hverju ekki? Svona að hugsa það, skilur, já. Og svo er maður alveg, ok, af hverju ekki? Hvað myndi gera það hamingjusaman? Já. Af því að þeir eru upp í staðið, allt þetta sem að, þú veist, fólk er að nefna eða eitthvað sem það heldur að geta verið hamingjusaman út af, það er samt ekki actually fyrir að gefa þér hamingjuna. Af því þú ert ekki að fara að finna hamingjuna og finna hana innra með þér right now. Já. Og þú getur verið hamingjusamur þó þú sért ekki endilega bara eitthvað, herru, ég er bara hamingjusam núna, ein í íbúðinu minni for the rest of my life. Það er enginn að segja það. Þú veist, ég er alveg til í að vera hamingjusam núna, þó svo að góli mín fyrir, þú veist, lífið séu kannski að, þú veist, eignast fjölskyldu og bla bla bla, skilur, whatever. Algjörlega. En
ég get alveg verið hamingjusam right now. Já, og það átt að vera það. En það líka, þú veist, einmitt, þú mátt setja þig markmið, átt að vera með markmið, skilur. Það mér skrítið ef að þú ert bara eitthvað, nei, ég ógeðslega hamingjusam, satisfied og that's it, ég ætla að kála mér. It's done! Bye. Þú veist, lífið bara tímalína og þú veist, on the way. Tíminn ekki til, sko. Nei. Bara, all we have is now. Þannig, en það líka, þú veist, það sem mér finnst gott að hugsa með hamingjuna, til dæmis, bara að þetta snýst alltaf bara þakklæti. Að vera þakklátt fyrir það sem þú átt akkurat núna, það sem þú hefur. Þú veist, bara, einmitt, þess að ég reyni að muna eftir að bara, þú veist, hugsa bara þegar ég vakna á morgnana bara, þú veist, allavega 5 hluti sem ég þakklátt fyrir. Já. Ef viðurkenning gerir þetta ekkert alltaf, en þú veist, ég reyni að muna eftir. Nei, en þetta er svolítið bara lykillinn að því að vera bara eitthvað, þú veist, hamingjusam og sjá litlu hlutina í lífinu sem að eru pure og truly, þú veist, yours í hamingjunni. Já, ég meina, þú veist, þú getur allavega nefnt svona 50 hluti til að vera þakklátt fyrir bara akkurat núna. Þú veist, bara, þá ég meina bara, þú veist, bara þakklátt fyrir að vera, þú veist, í bara líkamlegu formi eða andlegu formi. Þú veist, ég er þakklátt fyrir að ég geta hreyft á mig tærnar, þú veist, ég er þakklátt fyrir að, þú veist, ég sé með þak yfir höfðinu, ég er þakklátt fyrir að eiga rúmi, ég er þakklátt fyrir að eiga fjölskyldu, þú veist, ég er þakklátt fyrir heilbrigð börn og heilbrigða mann og... En mér finnst alltaf margir vera svona clouded fyrir þessu í dag. Þú veist, alltaf margir vera bara þunglindir og óhamingjusamir. Já. Og þú veist, í alvörunni, ég er bara svona velt þessu fyrir mér, bara svona, býtu, popping pills er ekki að fara að hjálpa þér, þú veist. Nei, en þú veist, það er einmitt skilur, þú veist, einmitt með svona in the long run allavega. Já, þú veist, það er náttúrulega bara, einmitt, innri vinna náttúrulega byrjar náttúrulega bara hjá sjálfum, þú veist, okkur sjálfum, skilur, þú veist, og það er náttúrulega bara að horfa inn á við og finna út, þú veist, lausnina, þú veist, að því að hamingjan okkar er okkar, skilur. Já. Þú veist, þú ert aldrei að fara að finna hamingjuna í neinum öðrum. Það er fullt af fólki sem getur glatt okkur, skilur, og gert okkur glöð og við getum haft gaman með þeim, skilur, þú veist, og eins og ég er óslega þakklátt fyrir þig og ég er óslega þakklátt fyrir vinkonum mína sem ég hef gaman með og þú veist, en ég er alltaf að fara að vera hamingjusam út frá, þú veist, mér. Þú veist, mér finnst kannski eitthvað ógeðslega fyndið sem þér finnst ekki fyndið. Þannig ég er að fara að hlæja því mér finnst það fyndið. Akkurat. Þú veist, ég er ekki að fara að hlæja því þér finnst það fyndið. Þú veist, þannig að þetta er svona... Já. Og mér finnst líka rosa margir sko stíla hamingjuna sinna inn á, þú veist, partnerin sinn eða eitthvað svona, skilur. Já, sem er ógeðslega eðlilegt að fólk gerir. Og þú veist, það er einhvern veginn svona bara... Þú veist, og eins og við tölum empaths, að fýta orkuna, þú veist, á milli og svona, þú veist. Já, en samt bara svona... Ég viðurkenni alveg það til að gera sjálf, sko. Já. Það er bara eitthvað, þú veist, eitthvað við þetta að, svona, þú veist, af hverju er til dæmis gæinn sem að vinnur á N1 sem allir dýrka. Alltaf ógeðslega glaður. Alltaf happy. En síðan er líka það, að fólk sem emanatar raunverulega hamingjusama orku, smitar hana frá sér. Já. Þú getur valla verið þegar manneskja er bara alltaf eitthvað, þetta og bara genuinely, skilur. Þú veist, þú ert ekkert eitthvað, hoi. Hvað segir þau? Og ekki að reyður eitthvað, skilur. Og það er bara að fá bensín, skilur. Hann bara, halló, hvað allir vinni, þú veist, og maður er bara eitthvað, þú veist, hann er alltaf, ég frænka, og maður er alltaf bara, frændi, skilur. Já. Þannig að þetta er svona, maður einhvern veginn verður bara svona með automatist í þessari orku. Já. Og auðvitað er ógeðslega erfitt að vera alltaf þarna, skilur. Að sjálfsögðu, en ég bara svona, ég velti fyrir mér, akkur eru sumir alveg þarna og bara get life, bara þeir fatta lífið, skilur. Já, bara lífið er núna bara. Já, á meðan aðrir eru bara eitthvað, allt lífið, bara þunglindir og það er bara svona, allir dagar eins, þú veist, finn ekki hamingjuna, er alltaf að leita henni. Það er bara inner struggles og það er bara, og ég meina, þú veist, talandi frá minni hlið þar sem að ég bara var mjög þunglind bara sem barn, skilur. Þú veist, að áttaði mig ekkert á neinu, skilur, þar, af hverju það var eða neitt. Og þá einhvern veginn svona, þú veist, ég byrjaði ekki sjálfsvinnuna fyrir nokkrum árum síðan, skilur. Og það var ekki fyrr en þá sem ég áttaði mig bara á því að, þú veist, þetta byrjar allt hjá mér. Já. Þú veist, ég er ekki þunglind af því að, þú veist, þessi manneskja er að láta mig líða illa, ég er að leyfa henni að láta mig líða illa, skilur. Þú veist, það er ég sem er að leyfa fólki að hafa áhrif á mig, en ég get stjórnað því hvernig mér líður í sambandi við það sem þessi manneskja er að segja, eða gera. Og ég get ráðið, skilur, hvort að þetta sé að fara að láta mig líða illa eða, þú veist, illa eða ekki. En þetta er eitthvað sem maður þarf líka samt að minna sig á, að því ég get ekki verið bara eitthvað, þú veist,
þegar maður einhvern veginn í mómentinu, þú veist, það gerist eitthvað sem gerir mann reiðar, þá óslega erfitt að stoppa og vera bara eitthvað, ok, ég ætla að hætta að vera reið, skilur. Já, að sjálfsögðu. Þannig að maður þarf alveg svona, þú veist, kannski bara aðeins að step aside, taka smá breather, þú veist, og bara svona aðeins að horfa inn á við, hlusta á einhver nokkuð svona upplýfgandi podcast eða, þú veist, einhver sem að, þú veist, bara þarf að snúa hausnum svolítið við. Já, ég held bara, einmitt, eitt af því sem að, þú veist, allavega fyrir mitt leyti, sem að hefur svona pínu, svona, kannski hrætt mig við það þegar maður hugsa að byrja í nýju sambandi, af því að, þú veist, Miss Single. Ég veit, alveg, þú veist, þegar, þú veist, í bæði skiptum þegar, þú veist, ég hætti í sambandinu, þá upplifði ég svona moment sem við höfum rætt áður, þar sem að, þú veist, ég var kannski allt sambandið búin að fara í göngutúr, ég fer alltaf í göngutúr, skilur. Já. Og ég tók aldrei eftir litlu hlutunum, ég var alltaf bara í göngutúrnum, að hugsa eitthvað annað, bara andlega fjarverandi, skilur. Og bara einhvern veginn svona, allt í einu eftir einhvern ákveðin tíma, þegar ég var hætt í sambandinu, þá var svona eins og að kemur alltaf inn bara svona litir. Við sko við, ég fór alltaf inn að taka eftir vá, það reyðir hérna með eitthvað cute ungum eitthvað hér, skilur. Ég er búin að labba fram með þessu alltaf, fattarðu. Og bara svona... Það er eins og að vera svona clouded bara... Já, og bara svona allt í einu fór maður bara svona taka eftir svona litlum cute hlutum sem að gleður mann að sjá. Já, en það er líka kannski bara að þá ertu meira fókusuð á hlutin í kringum þig versus einhvern veginn, þegar maður er sérstaklega í nýju sambandi, þá er maður ógeðslega fókusd á hina manneskjuna. Já, og sérstaklega ef það eru struggles, þá er bara allt umleitt. Já, þú veist, þá er náttúrulega bara ógeðslega erfitt að sjá það góða í hlutunum, að sérstaklega líka ef þú ert á einhverjum stað, þú ert einhvern veginn alltaf að reyna að ná þér upp, en það er alltaf einhver að reyna að túsa þig niður aftur, skilur. Já. Þá er bara ógeðslega erfitt að koma sér á góðan stað, þú veist, og að því hausinn á manni fer náttúrulega bara kannski sérstaklega með bara, alin upp í people pleasing eða í einhverju svona ofhugsunum, skilur, þá fer hausinn náttúrulega á milljón og þessi aðili kannski kann inn á þau og er bara eitthvað, þú veist, ég veit alveg hvað ég er að gera og þú veist, ég er að ýta á takkana þín og ég veit hvað virkar. Já. Þá er hann einhvern veginn, þú veist, að fara að ná þér náttúrulega líka bara inn í þinni skil og þú verður bara þar, þú veist, og þetta er ógeðslega ljótt og þetta er ógeðslega hræðilegt og þetta dimmar ljósið hans, þetta er það sem aðrir sjá. Það sem ég er að segja að allt er komið litir, af því þá er ljósið þetta að koma aftur. Já, það er svona bara, ég meina þú veist, það er ástæði fyrir að fólk talar þegar maður the glow up, þegar maður kemur úr slæmum samböndum, þú veist, hvort sem maður sé, þú veist, ástarsamböndum eða bara samböndum við vini þú veist, fjölskyldu, skilur. Einhvern veginn þegar maður nær að basically bara ýta þessu frá sér, að þá er ógeðslega skrítið hvað fólk í kringum mann sem að, þú veist, þekkir mann og þykir vænt mann fyrir að sjá bara, vá, þú veist, bara, þú lítur vel út eða þú veist, fá hvað bara, þú veist, you're glowing, skilur. Og þetta bara, ég hef aldrei heyrt þetta eins mikið og bara, þú veist, senastu árin einhvern veginn, maður fekk bara svona, vá, þú veist, þú bara, you're glowing og maður er bara eitthvað svona, vá, gaman. En er það ekki líka út á þessu tímapunkti, þá er maður alltaf í raun geggja mikið að, þú veist, bara, þú ert bara að pæla í þér núna. Já, þú ert að rækta sjálfa þig. Já, og maður einhvern veginn nær að hugsa sig. En að sjálfsögðu með, þú veist, partner sem fittar við þig, réttum partner, þá á það náttúrulega bara að hífa þig lengur upp, skilur. Þetta á að vera þannig líka. Þá verður það náttúrulega bara, þú veist, þá er það bara growing together. Já. En ég meina, ef þú ert í sambandi það sem að hinn aðilinn er bara hérna staðnaður og þú ert að reyna að grow, skilur, þá er hinn manneskja alltaf að reyna að tósa það niður. Já. Og það náttúrulega bara er ógeðslega bara heftandi og bara skemmandi, skilur. Akkurat. Þannig að þegar, þú veist, fyrir mitt leyti þegar kemur að, þú veist, svona sambandi og með, þú veist, að vaksa saman. Það er svolítið bara svona, you're growing together or you're dying together, skilur. Þetta er bara svona, að því að, þú veist, maður getur ekki staðnað í sambandi, maður þarf actually að vaksa og, þú veist, gera hlutina saman. Akkurat. Og sérstaklega líka bara, þú veist, ef það er eitthvað tráma eða eitthvað svoleiðis, að þú veist, þá verður þau fólk að geta unnið úr því saman og í sameiningu og sína skilning, þú veist, á báða vegu og þú veist, þetta er bara svona... Erum við sterkari í sundur eða saman? Já, nákvæmlega. Og ég meina, þú veist, það bara, maður verður líka bara að passa sig að fara ekki bara í sama patternið, skilur, og þú veist, bæði ekki dampa trámanu, skilur, úr fyrir sambandum á þú veist, nýja makan, skilur, sem er kannski heilbrigtt samband og líka, þú veist, ekki passa sig að fara ekki í sama far og maður var í einhvern veginn alltaf, skilur, að leita af chaosinu, skilur.
Þannig að það alveg, já. Þannig nú erum við alveg búin að kofera hérna alveg helviti góð alveg rosalega mikið. Við erum líka alveg komin alveg vel. Sjálfsvinnu, í hamingjuna, í glóið. Ég meina, það ekki bara allt líka sjálfsvinna, þannig að við erum náttúrulega bara, einmitt, það það sem þetta podcast snýr svolítið bara að vinna í sér og vonandi erum við náttúrulega bara að hjálpa ykkur að hugsa hvað getur hjálpað ykkur að koma ykkur á betri stað. Og ef þú ert ekki hamingjusamur right now, gerðu eitthvað fix that shit. Nei, breyta eitthvað. Þó að sé ekki nú bara eins og stígðu út fyrir þægindarammann, gerðu eitthvað öðruvísi. Prófa að gera eitthvað eitt nýtt á hverjum einstigi. Já. Bara þótt að sé bara ándjóks að, þú veist, labba í þessa átt eða busta með vinstri frekar en hægri, skilju. Það að prófa að gera eitthvað nýtt. Það í alvegni bara brjóta upp svolítið þessa sömu rútína því fólk alltaf bara eitthvað eat, sleep, eat, work, sleep, eitthvað, workout, repeat, whatever it might be, skilur. Og ekki brenna út og ef þú finnir fyrir einhverjum einkennum, þú veist, fyrir burnout einkennum, þú getur held ég að skoða með þess að bara inn á virka eitthvað, þú veist, einkennin sem eru burnout einkenni, að þú veist, hugað alveg hvort þú sért komin á þann stað að þú þurfir ekki að leita þér hjálpar og fá aðstoð af því að það ógeðslega erfitt þegar maður komin bara á vegg. Já. Og maður bara, þú veist, fastur þar. Það bara, ég get ekki ímyndað mér, ég sem betur fyrir ekki upplega burnout þó ég sé oft búin að vera í 4-5 vinnum í einu. Já, nákvæmlega, ógeðslega dugleg og ég meina, þú veist, en síðan kannski bara, þú veist, einmitt, taugakerfið þitt kannski bara senn í þessu, skilju. Og ég meina, ég endur ekki með kids on the side. Það fólk upp taugakerfið alveg vel, sko. Og vera með krakkana og vera ósofin og ég var líka plús það, þú veist, og allt saman, bara ég, þú veist, var alltaf ein að vakna á nætuna með krakkana, skilju. Já, einmitt. Og bara í nokkur ár og þú veist, það kom tímabil þar sem ég svaf ekki. Þannig að það hefur örugglega átt einhvern part í þessu burnouti, sko. Já, þetta grínast. Þú veist, sof ekki. God damn. En neða, þú veist, og svo alls konar á bakvið annað sem ég fór ekkert út í sem að, þú veist, ýtti undir þessa kvilla hjá mér til að fara, þú veist, í burnout, skilju. Þannig að þetta var bara ógeðslega mikið af alls konar, bara frá því ég var basically bara, þú veist, frá því æsku hjá mér sem ég bara náði aldrei að vinna út og það bara einhvern veginn bara fylgdi mér í fullorðinsárin. Já. Og svo bara sprakk það og ég komin á útskoðan stað í dag. Já. En hefurðu farið á Dale Carnegie námskeið? Nei. Ég hef alveg heyrt, þú veist, að það sé alveg líka, þú veist, eins og bara fyrir fólk sem að þú veist, vill stíga út fyrir þægindarammann eða... En eins og í dag, skilur, þú veist, ég ógeðslega dugleg að stíga út fyrir þægindarammann, þú veist, og það bara ekkert issue fyrir mig, sko. Þannig að það bara, I love it. Já. Þannig að ég er samt ekki að fara í eitthvað fallegast eitthvað svoleiðis, en þú gleymdu þér í hugmynd. En vonandi... Ég yes man, ég hef verið til í þetta allt. Já, nei, þú veist, I'm good. Ég hef bara orðin aðeins lífsrættur eftir 80 börn, sko. En ég held að ættum að segja þetta gott í bili. Nei, tölum meira. Tölum aðeins meira, við gætum náttúrulega bladrað í marga klukkutíma. Nei, við erum alveg komin í klúlari. Herru, þetta gott. Segjum þetta gott í bili, herru. Það eru spennandi hlutir að fara að gerast. Yes. Margt í bígerð og... Við segjum frá því kannski í næsta þætti, eða? Kannski. Mögulega. Sjáum til. Ég veit aldrei hvort ég að horfa í... Nei, við erum með 2 myndalega, við erum að horfa upp og niður, þannig að það er eitthvað. En já, þannig að bara... vonandi nutið þið góðs af þessum þætti. Yes. One love. Ná vonandi að... Hvað er ég að gera? Erum við að gera svona? Já. Ég kann ekki. Þetta er svona... Já, allavega. Ok. Anyways, Yes. fyrir ykkur sem vitið ekkert hvað er í gangi sem eru bara að hlusta, bara horfið bara. Bára náttúrulega, já. Ég er bara goofus. Já, I love it, það er skemmtilegt. Það er gott að vera goofus. Það gerir hlutina skemmtilegri. En já, ég er alltaf að reyna að kveðja hérna. Já, ok, bye! Bye! Sjáumst, laters, bye!